Ég heiti Viðar og kenni eðlisfræði við Flensborg. Hér ætla ég að sýna þér hvernig afstæðisfastinn er fundinn ef að við gerum ráð fyrir því að hraði ljóssins sé sá sami í öllum viðmiðunarkerfum en þá verðum við líka að gera ráð fyrir því að tíminn líði mishratt. Byrjum á því að vera hér í kyrrstæðum vagni og sendum ljós frá gólfinu upp í spegil og það kemur aftur niður, vegalengdin er S og tíminn sem þetta tekur er, kallum það T0, tíminn inn í vagninum, er þá vegalengdin deilt með ljóshraðanum. Nú skulum við láta kyrrstæðan áhorfanda fylgjast hérna með vagninum á meðan að vagnin er á hraðanum v að fara fram hjá honum og þessi kyrrstæði áhorfandi sér ljósið fara frá gólfi upp í spegilinn í loftinu, niður aftur og þetta allt saman á meðan að vagnin ferðast hérna vegalengdina v sinnum t, tíminn sem að kyrrstæði áhorfandinn mældi. Svo að samkvæmt Pýþagórasi er vegalengdin sem að ljósið fór eins og áhorfandinn sá það, kvadratrótin af S í öðru pluss v sinnum t í öðru veldi. Og eftir því sem við mældum áðan, þá var vegalengd ljóssins c sinnum t0. Svo að við setjum c sinnum t0 hérna í öðru veldi í staðinn fyrir S í öðru og þar að ekki höfum við vegalengdina sem að vagnin fór fram hjá manninum sem upplifði tíman t. Ef við deilum með c upp í vegalengdina þá fáum við tíman sem að manninu sýndist þetta taka. Nú skulum við bara margfalda með c báðum megin og setja báðar hliðar upp í annað veldi og það þýðir að við getum dregið hérna t í öðru frá báðum megin og ef við tökum t öðru veldi út fyrir sviga þá verður c í öðru héðan og í öðru héðan að vegalengdinni c sinnum t og hún í öðru veldi. Og ef við einangrum nú tíman út úr þessu, deilum með sviganum og tökum kvadratrót báðum megin, þá fáum við að t sem að kyrrstæði áhorfandinn upplifir er jafnt og t0 sem að er tíminn inni í vagninum og við getum meira að segja einfalda þetta svolítið meira með því að deila hérna með c í öðru veldi í allt saman og þá endum við með kvadratrótuna undir striki 1 mínus v á móti c og það allt saman í öðru veldi. Þessi stuðull hérna 1 á móti kvadratrótinni, hann er kallaður afstæðisfasti eða Lorentz-fasti og alltaf er hann stærri eða jafnt og 1 þegar að v-ið er stærra eða jafnt og 0. Nú skulum við skoða dæmi 35 ára geimfara sem að leggur af stað frá 10 ára dóttur sinni til fjarlægra plánetu með hraðanum 0,95 c og hann er orðinn 50 þegar hann er kominn þangað og við eigum að reikna hvað er dóttir hans gömul þegar að pappinnar er kominn til þessara fjarlægu plánetu. Tíminn sem að líður hjá honum er þessi 15 ár á milli 35 og 50 og við setjum hérna kvadratrótina undir strikið. Við vitum að hraði mannsins er 0,95 c og við deilum hérna með einu c, allt saman í öðru veldi og útkoman úr þessu er 48 ár. Já, það semst hafa liðið 48 ár í jörðinni. Hvað er dóttir hans gömul? Hún er 10 ára pluss 48 ára, það er að segja hún er 58 ára þegar að pappinar er á þessari plánetu 50. Já, nú skulum við hugsa okkur að þið fæðist tvíburarnir og tvíburabróðir þinn, hann er sendur í ferðalag á hraðanum 2,9 × 10 í 8 metra á sekundu. Og svo kemur hann aftur þegar 50 ár hafa liðið á jörðinni þar sem að þú beiðst og við ætlum að finna hve gamall er tvíburabróðir þinn sem að var sem sagt á ferðalagi í geimfarinu allan tíman. Svo við skulum nú bara margfalda hérna með kvadratrótinni báðum megin og
1 mínus vaff deilt með c og það í öðru veldi. Og þetta gefur okkur þá t0 sem að er tíminn í geimfarinu. Og við setjum inn í þetta. Það eru liðin 50 ár á jörðinni. Tvíburabróðirinn, hann er þá búinn að lifa hvað lengi? 50 sinnum 1 mínus kvadratrótin 2,9 sinnum 10 í 8 já, deilt með og ljósræðin 3 sinnum 10 í 8 og þetta allt saman í öðru veldi. Og það þýðir að við fáum hérna að tvíburabróðirinn kemur tilbaka 12,8 ára en þú ert orðinn 50. Nú skulum við skoða hvað þurfum við að ferðast hratt til þess að tíminn hjá okkur líði bara helmingi hægar heldur en hjá vinum okkur hérna á jörðinni. Þannig að ef þeir lifa í 1 ár þá erum við að lifa í hálft ár. Það þýðir við þurfum að taka þessa jöfnu hérna og segja að byrjum á því að margfalda báðum megin með kvadratrótinni og setjum hana í annað veldi. Deilum svo með t upp í t0 og það verður náttúrulega að fara líka í annað veldi. Næst getum við dregið frá hérna. Ef við draga frá þennan hraða sviga hér báðum megin og við bætum honum við báðum megin en drögum tímasvigan frá báðum megin og sjáum hvað við komum með þá. 1 mínus t0 deilt með t og það í öðru veldi og þetta ætti þá að gefa okkur vaff deilt með c en við gætum nú bara sem best, þetta er vaff deilt með c, tökum bara kvadratrótina núna og þá sjáum við að með því að margfalda með c báðum megin þá fáum við vaffið okkar. Þetta er 1 mínus t0, það átt að vera 0,5 á meðan að t-ið var 1, þetta þarf að fara í annað veldi og þetta gefur okkur hraðan okkar og hann er 0,866 sinnum ljóshraðinn. Hvað ætli það sé? Það er svona 2,6 sinnum 10 í 8 metra á sekundu. Hvoru tvekja góð svör. Hérna. Og nú kanntu nógu mikið til þess að leysa þessi æfingadæmi hérna og 2 af þeim koma lítið breytt í næsta örprófi. Gangi þér vel!